Já, þú tala ónættir. Hefur þú farið í ónættir eftir þú varst pabbi? Nei. Ok. Ég hef ekki gert það. Það eitthvað. Það alveg Ég ágætt. að þroskast. Já. Þetta bara búin 3 mánuðir. Ég orgla eftir að spila, þú veist. Ég var ekki að fara að taka þessu frá manni sem að baulaði á mig fyrir hálftíma síðan. Ég að þroskast. Ég orðinn allt annað maður í dag. Arnór podcast belja. Ok, það var allir. Hann svo þroskaður. Það væri nú meira ruglið. Láta það vita að ég var leiðin. Þú baulaðir á mig. Já. Það var ljótt. Það var ekki ljótt. En það var ekkert fallegt. Nei, þú veist, þetta var bara svona, ég meira bara svona neutral með þetta. Hvað átti það þýða? Þetta segir sér feitur. Nei, ég vildi bara vera leiðilegur. Þú varst ekki leiðilegur fyrir núna. Já, nú ertu að fatta að ég var leiðilegur. Já. Ég hlustaði bara á hljóðskilu og Ég sendi aftur, já, ég sendi 2 svar. Varstu ekki búin að heyra seinni? Nei, símminni hann, sko. Ég get spilað það fyrir því. Ok. Ef þú vilt, sko. Ok, já, ég vil sjá þetta núna. Sko. Þannig að þú baulaðir á mig í fyrra skilabúðinu. Já. Mér fannst ég ekki fánin viðbrögð. Nei, ég var að setja upp og svona. Já. Ok, fyrst sendi ég þetta að þig. Já, að því ég spurði þig, ertu mættu beljaðinn? Já. Og þú sagði bara já. Já, ég sagði já. Ég eitthvað bara, ok, engin viðbrögð. Þannig ég gerði og þú bara eitthvað, gerði hjarta. Ég var að setja upp, ég þurfti að, þú veist, síminn minni myndar. Þannig ég sendi aftur. Og bæði þú að ég var að gera þetta út í labbandi, þá var alveg fólk í kringum mig, ég hvað annar? Ég var bara eitthvað einna labbandi og baulandi. En Þetta gamallega. ég vildi bara fá viðbrögð. Já, þú veist hvað ég er að setja upp og svona gera eitthvað. Já, ok. Get ekki verið, þú veist, síminn er myndavélin okkar. Allt í lagi maður, sorry. Ég þarf að fara í myndavélin okkar til að svara þér. Allt í lagi. Og svo opna ég myndavélin okkar og hún baular á mig. Og ég verður bara eitthvað. Ó, hlaka til að gera þetta aftur. Já, Hlusta meira. Þú ert svo sniður. Þú snið. Hvað langt ég verið fertugur? Nokkri mánuðir. Jesús Kristur, að baula fólk. En líka kom úr blánum. Ég bjóst ekki við. Nei. Ég held að það væri eitthvað á bakvið þetta, sko. Nú vorum við að tala um belju. Þú ert úr sveitinni eða eitthvað? Já. Það er kannski eitthvað svoleiðis. Nýkomin úr heimsókn frá mömmuðinni. Hei! Wow. Takk fyrir okkur. Þetta var podcastið. Láttu ekki svo. Herru, hvernig var Akureyri? Herru, það var bara geggjað maður. Ég Já. var með sjó á Akureyri og ákvað að fara þarna bara nokkur dag með konu og 3 mánaða kvikindinu. Já. Hvað gerði það einhver? Við fórum í sund og við kíktum í brönns á strikið og vorum 2 út að borða á verksmiðjuna. Já, það er ekki vestæði. Nei, en svo var ég með uppistand á verkstæðinu. Já, þetta er alltaf eitthvað verk eitthvað. Já, þeir eru ekki með mat það sko, nefnum bara í hádeginu, verkstæðið. Já, ok. Þannig að ég var búin að plana að borða þar bara því ég var með sjóðu þar. Það var bara engin matur á kvöldin, kallið minn. Nei, hann borðaði enginn á kvöldin. Nei, ekki á Akureyri. Nei, það var bara hlegið. Já, en já, svo vorum við bara, það var bara svona notaleg stund sko. Já, þið fóru ekkert í jólahúsið. Bara been there, done that sko. Samt ekki, sko. Ekki? Ég held það. Svo fór ég síðast í jólahúsið í sumar. Já. Yfir hásumar. Hvað kom með eitthvað meira? Jólaglingur. Guður, ég komst í jólaskap. Sumarið? Hásumar. Ég komst í jólaskap. Þeir eru búin að bæta við einhverjum verslunum og eitthvað dæmi. Þetta er orðið miklu stærra. Heldur en bara 1 jólahús. Og fullt af drastlana og fullt af fólki hérna sem er að grilla. Rosa jólulegt, sko. Hvað kemur það jólum við?
Ég veit ekki, þetta samt hreindýrasteik þá. Þegar það sumar, það má ekki bara, þú veist, þú voru að grilla bara svona greni. Við vorum ekkert spennt fyrir að kíkja á það allavega, sko. Nei. En kannski, ég vissi ekki að vera búin að bændast við, sko. Þú verður að fara næst, sko. Ég þarf eiginlega bara að fara aftur, bara. Já, núna bara. Beint þetta baðkast. Keri jólohöfði. En við fórum sem sagt á kaffihúsana og ég var með litla 3 mánaða son minn. Já. Og það var svona þjónn að vinna þarna. Já. Gískan að vera svona ítalskur. Ok. Hann var ekkit bara yndislegu gaur, sko. Frábæð bara ekkit að hann, sko. Hann var var ekkert góður í ensku, eða þú veist, enska var ekkert fyrsta tungumáli hans. Nei. Og hvað þá íslenska, hann talaði bara ensku og hún fannst sonur minn vera mikið krút og hann kom var svona eitthvað næsti að klippi, sonur minn með mikla bólukinnar, sko. Já. Þannig að hann var svona eitthvað, bambino, hann sagði ekkert bambino, en hann var bara einhvern veginn þannig attitude, skilur. Já. Mér fannst það bambino, og þú veist, hann gerði ekkert með hendunar svona eins og ítalar gera. Af hverju er þetta að gera þetta? Ég veit að því bara, það var einhvern veginn þannig vibe við hann. Já, ég skil Ég var alltaf að bíða eftir að hann myndi segja bambino. Ok. En hann var svona eitthvað, it's very cute. Og svo fór hann eitthvað að vinna og svo kom hann aftur og ég hélt svona á sinni mínum. Hann eitthvað, svo hann gerir svona eins og hann vildi klípa hann í kinnunar. Hann eitthvað, he has a very fat face. Yeah, he's a chubby little guy. He's a bit of a fat face, my son. En, veist, ég veit alveg að hann meðum þetta vel, skilu. Þetta var ógeðslega fyndið. He has a fat face. He's a fat face. Svo hann var bara eitthvað. Thomas Gabagoo. Þetta var yndislegt. Var það á strikinu, segir þau? Ekki sem þetta gerðist, samt, sko. Nei, hver gerðist þetta? Þetta var, ég fara eitthvað að áta gaurinn. Já, matsölustæðin. Já. Hann náttúrulega bara... Þetta bara eðlaði fríið, sko. Nei, þetta var... Hann var að meina vel. Já, 100%. Ég var bara forvitinn. Þetta var kaffihúsi sem í brekkunni en að... Kaffið brekka? Ég veit það ekki. Gult kaffihús. Ég veit hvað, já, kaffið eitthvað. Þarna í Verslunargötunni. Já, ég endur þarna bak við Róló. Já. Svona Róló hana. Já, akkurat. Þetta var þar. Mjög góð staður og fín, góð þjónusta og skemmtilegt fólk. Já. Ég ekki sett út af þetta. Mér fannst þetta bara fyndið. Já. Ég vil taka það fram. Þannig að þið viljið fara eitthvað sem er fætt sem að börnum ykkar. Kíkið í kaffihús á Akureyri. Alltaf einhver ítali. Svo fekk ég smá svona heit á mig. Nú? Já, ég sett inn eitthvað inn í story. Ég var á Akureyri. Já. Það var allir brjálæðir. Hvaða grúpu? Nei, bara ég setti, þú veist, inn á story, inn á Instaði eitthvað. Ég er á Akureyri. Og því ég er Reykjavíkur, skiljum. Já, nú getur G. Já, ok, ég skil. Það var eitthvað, Akureyri. Og ég, þú veist. Já. Það var ekki fárlegt að ég myndi bara segja Akureyri með akureyrskum hreim. Já, ég er staðið um Akureyri. Jú. Þannig ég bara... En þú skrifaðir G? Nei. Nei, já, ok. Ég var bara að segja þetta, skiljum. Já, þú veist að segja þetta. Ég er staðið hérna á Akureyri. Já. Og þá skrifaði fólk svona, við stóri bara eitthvað, svona reply. Akureyri. Alveg brjála út í mig. Já, það er alltaf einhverju nokkri, sko. Þetta er alltaf minnimáttakennd líka. Fyrir þetta törn á þér að þú alveg með svona norðlenska hreim. Já, ég gerði samt grína að sunnlendingum. Ég var ekkert að vera leiðilegu samt. Ég var meira bara svona... Þetta er svona lazy, leti íslenska. Þetta er það. Mér finnst það rosalega svona gauralegt. Þetta er ekki svona latt eitthvað. Eins og fólk sé friðið alltaf. Bara að kíkja á Akureyri. En núna eftir ég er búin að búa hérna svona lengi þá tekið valið eftir þessu, sko. En hérna... Finnst þér þetta að vera að fara hjá þér? Já, þetta kemur alltaf aftur þegar ég fer norður. Eða þá einhver talar þetta. Eins og núna held ég bara. Ég man eftir ég var að ferðast með nokkur vinum og ein er að norðan og það var einhvern veginn því norðar sem við keyrðum þá meira datt svona bættist það í já. Ég þú ert að gera í þessu bara það er samt eitthvað bara alveg að koma í varmalhýð bara svo bara
komin í varmaliðil og fá eina Bara pilsu með öllu og kokteilsósu. Já, kappnán og kái bara. Ég fekk mér pilsu með öllu og Akureyri daginn bara til að skoða. Ég fekk ekki kokteilsósu svona. En rauðkál. Nei, það er gaur. Það er ekki Akureyri. Hann var einu sinni Akureyri. En ég held það. Ég svo heyrst að þetta sé, sko að sé, er ekki alveg Akureyri. Það er hérna eitthvað af þessu minni bæjum í kring. Það hafi verið þetta rauðkál dæmi, sko. Já, það getur vel verið. Það sé ekki alveg. Ég man aldrei eftir því, sko, en getur vel verið að þetta sé eitthvað svona meira gamalt dæmi, sko. Þetta sé einhverju bóndar. Það er alltaf eitthvað þannig. Þetta er einhverju rauðkál og kartöflumús. Það er ekki pilsu. Rauðkál. Þau verða að tala svona líka. Ég er bara heilt að kjöt. Rauðkál. Ertu búin að heyra með hvaðan hafningabrandarar koma? Það tengist alveg smá Akureyri líka, sko. Nú? Já. Ok. Það var, ég held að það hefði verið gaurinn sem hann lék Bjössa Bollu. Já. Hann og einhver annar gaur í útvarpi. Já. Og þeir eru að byrja með það? Þeir eru byrjað, sko, að þú veist, þeir ákveðu. Magnús heitir hann. Já, Magnús, já. Og hann og einhver annar gaur, held ég að vera hann. Þeir ákveðu bara í útvarpi, bara þú veist, við erum með þátt og ættum að byrja einhverja brandara. Já. Og síðan var tekinn bara fundur hvaða bæ og þeir bara voru með lista öllum bæjum. Húsavík, nei, það er alltaf lítið. Vopnafjörður, gaur, ég sagði nefn í Húsavík. Og síðan halda þeir áfram bara. Þannig að þeir enda á Akureyri. Bara ok, við erum að skrifa brandur Akureyri. Þannig að þeir byrja bara, þú veist, Akureyringar alltaf að fara með stig út í búð. Og svo byrja þeir að segja þetta. Akureyri springur. Brjálaðir. Byrja að senda inn fullt af bréfum. Bara ég ætla að skera þér hausinn. Það tróða rauðkáli upp í kokjaður. Ég ætla að tróða rauðkáli upp í kokjaður. Jesus. En þannig að þeir gátt ekki gert ef við Akureyri lengur, þannig að þeir bara breyttu bænum. Færið yfir í Hafnarfjörð og málið var að Hafnarfjörður var nógu svona öruggir með sjálfum sig. Þeir gátt alveg tekið þetta á sig. Já, þeir er svona, ok, við erum heimskir. Ok, ég veit þetta tjók. En svo er mál með það, þetta voru það stóri brandarar að ég vissi ekki að Hafnarfjörður væri til. Ég held að Hafnarfjörður væri bara svona brandarabær. Það var bara haffinningur. Hann er bara til í brandurum. Já. Kom einhvern gaur bara, þessi gaur er haffinningur. Ég bara, ok. Kom hann hérna á einhyrningi, skilur. En talandi fólk sem getur ekki tekið gríni. Ég sá hérna frétt í vikunni. Já. Sem mér, sko, fyrirsögnin býður enn eftir afsökun á að hafa verið tekin upp. Og svo mynda þessari konu hérna. Þú sérð það nú alveg, sko, ég veit ekki hvort þú þarft að setja bara svona, að því við erum að taka þetta upp. Þú þarft náttúrulega að setja bara mynd af henni, smá svona snögt. En þú sérð það alveg, þessi kona, hún lifir fyrir húmor. Hún flutti í Hafnarfjörðin, hún bara eitthvað, það er endar þessi brand, er ekki allir í stuði, segir hún alltaf. Sér það? Þetta er Akureyringur, sko. Er það? Nei, ekki hugmynd, en hún er allavega, ég veit hvað. En allavega þegar ég las fyrirsögnin og sá þetta og var ég eitthvað svona, einhverju úlingar að fokk í henni. Ég vorkenndi henni. Takk hann upp. Takk hann upp. En síðan horfði ég á myndbandinu. Ég horfði myndbandinu, ég er náttúrulega verið að sýna. Ok. Hvað er þetta? Sjá, ég held þú þurfa að taka þér headsetin, ég tengdi ekki til það í Oh my god. Já, auglýsing, flott maður. Þú er að gera bara bzzzt, af því við fáum ekki krónu. Já, góðan daginn. Ég ætla að vita hvort ég mætti færa hérna eina rauða rós. Er það á vegum Samfylkingarinnar? Já. Viltu ekki bara setja það í gráu tunnuna sem er þetta hægra megin við þig? Ég held að hann var að fara að segja eitthvað verða. Þú veist ekki setja þetta upp í tunnuna á þér. Greið konar, já. Upp í tunnuna á þér, okkur sagði það. Upp í tunnuna á þér? Já. Ekki vera ógeðslega. Nei, sorry. En þannig, hún hefur verið að gefa blóm í nafni pólitíkur. Já, ég námdi pólitíkur. Og hann vildi það ekki náttúrulega. Nei, og þetta var bara svona smá djók. Þannig að hún er ósatt við að hann hafi tekið þetta upp og sett þetta á netið. Já, sem eins og segir, kemur á lóvart að því hún lítur alveg út fyrir að vera ekta hafningur. Þetta er mikið húmoristi.
Hefur ykkur að fengið svona blóm eða eitthvað mútur frá? Já, ég einu sinni í bónus ég tók við rósinni. Svo fór hún bara beinir rusli. Fór hún í grátunna? Ég veit ekki. Veit ekki hvað varðum rósinni. Ég veit ekki fyrir hvað flokk. Var ekki eitthvað vesen að þér ekkert tíma þú ætlaði að fara að kjósa? Þú veist eitthvað vitlaust og svo þú gast ekki. Já, ég þurfti að þú þarft ekki að segja hvað þú ætlaði að kjósa eða eitthvað, en það var eitthvað svona. Já, þetta var alveg vesinn því allan tíman vissi ekki hvað var að kjósa og margir 2 mánuði fyrir kosningar var ég alveg svona, ok, ég faðir, ég ætla að lesa flokkana og bara svona ákveða mig. Og samt ekki gerði það alveg, en á hverju einasta kvöldi fór ég bara að læra. Já, Sigmundur Davíð minn maður. Ekki. En ég tók mér að svona smá verkefni að reyna að gera eitthvað sko, sem ég ætla aldrei að gera aftur. Þetta var bara pólitíku hundleðileg og ég áttaði mig á þessum degi sem ég ætlaði að fara að kjósa utan, hvað segir maður, utan kjörstars. Já. Því ég er utan bæmaður. Utan kjörfundar. Þannig ég fór í Smáralind, beið þar í langri röð og svo labbaði inn og þurfti að stimpla eitthvað. Stimplaði og síðan ætlaði ég bara að skila því og mér var sagt bara nei. Síðasta flugvélin farin til Akureyrar. Þú getur ekki skilað inn atkvæðinu. Og ég eitthvað, ok, má ég þá bara ekkert kjósa? Svona, jú, þú að fara á svona í eitthvað svona kostningahús. Eitthvað svona flokkahús, það sem allir flokkarnir með. Já, getur skilað inn þar. Já, getur skilað inn þar og ég svona eitthvað, já, ok, og hvar eru þau? Bara út allan bæ. Og svona, já, alltaf að fara að segja flokkin sem ég kaus og gauðir bara, nei, mátt ekki segja mér. Ég má ekki heyra neitt, en bara googlaði. Ég bara, ok. Þannig ég fyrir að leiðin heim og ég hringi kærastunum mín og ég bara, ég veit ekki hvað ég gera. Ég með atkvæði mitt í bílnum. Bara í bílnum? Já, ég veit ekki hvað ég að fara. Það er með það til Akureyrar. Já, hann sagði hennar ég mætti fara bara í hvaða hús og svona flokkahús sem er. Og hún bara, já, það er eitt annað neyri fyrir þig. Já, ok. Þannig ég keyri niður í Fjörð, legg bílnum og horfi upp á aðra sjálfstæðisflokkun. Og ég kaus ekki sjálfstæðisflokkun. En mér var sagt ég mætti fara hann inn og þeir myndu bara græja þetta atkvæði. Sem er ekki sem fyrir þá. Nei, nákvæmlega. Þeir myndu bara við reddum þessu. Farum þetta beint í grátununa. En ég er alltaf ekki að segja neitt. Ég ætla ekki að segja þetta er ekki fyrir ykkur en getið bara reddað þessu fyrir mig. En auðvitað þegar ég labbaði hann inn og að segja, þú veist, ég er með atkvæði. Allir horfa á mig eins og sem er hlaðna byssu í höndinni og vera með á sjálfa mig. Allir bara, fuck. Það gera eitthvað. Þannig að það byrjað, þetta voru svona eldri konur sko og alveg frík út og svona með háa raddir og sulla kaffinu sinni í undirskáfinu. Atkvæði. Þannig þær syngja, að byrja 3 konur að syngja fyrir mig. Bara, ég er að syngja í Stefán, hann er í Garðabæ, hann ætlar að redda þessu. Ég syngdi í Auði í Kópavogi, hún ætlar að redda þessu. Og svo síðan koma 2 og bara á 0 og þeir eru búin að tróði með kaffi og kökum og eitthvað, mér líður bara ógeðslega vel. Ég er umkringdu bara gömlum köllum eitthvað, en mér líður samt bara eins og ég er heima hana. Ég hugsaði hans eftir það svona, þetta er svolítið ég. Þetta er aldrei fín stemming. En það var bara því að allir voru svona, allir hann inni vissu ég að vera með atkvæði. Þannig að þetta var ekkert sko real. Nei, þeim er alveg skýt saman við. Leiðu þau sjá launaseðil hjá mér. Það er ekki sjöns að þú setja að kjósa okkur. Sjálfstæðir. Ok. Þannig að ég svo Helgi Steinar vinnur okkar, hann var með uppistand og hvað var svo krúttlegt sko að sjálfstæðisflokkurinn var alltaf að auglýsa í strætóskýlum. Já. Fólk sem tekur strætó er ekkert að fara að kjósa. Já, en einhvern veginn náður alltaf samt fullt að aðkvæða. Já, það er fullt af fólki sem tekur ekki strætó. Já. Þannig að núna veit sjálfstæðisflokkurinn það að þeir gáðu þig kaffi þegar þeir áttu að gefa þig kaffi því þú varst ekki að kjósa fyrir þá. Hvernig tók einhver við þessu bréfi og kom því til Akureyrar? Já, einhver gaur kom frá Garðabæ og bara tók það og hljóp út í bíl braunaði börti, ég veit ekki hugmyndum hvað hann gerði en hann sagði ég reddi þessu. Eða síðasta fluguna ég reddi þessu hvert einasta atkvæði skipti máli. Flugvél bíða? Hann er örugglega hringt sko. Það getur allt munað um þetta eina atkvæði og okkur sjálfstæðisflokki. Þau elska atkvæði. Þetta var svo galið. Galin stemming. Það var ekki fyrir þau. Nei. Ég með þess að pældi að skilin Auðu.
Hvað er ég að gera? Þú veist Veistu eitthvað samanskupið? Nei, Gott, já þetta ekki þú veist, en þau spurðu mig ekkert eitthvað, er þetta atkvæði fyrir okkur eitthvað, þau bara, en þau náttúrulega Já, fyrst hann að koma inn í hérna inn Já, Þá það er engin hlýtur fáviti Það er engin fáviti með aðkvæði fyrir einhver annan flokk að fara að koma inn í sjálfstæðarflokkin og segja, getur komið þessu til skila fyrir mig kaffi og kökum En svo keyrði ég upp götun á leiðin heim og þá, sko, bókstaflega 200 metrum frá þessar byggingu var flokkurinn það sem ég kaus ég hefði ekki alveg getað sloppið við þetta en þetta er bara eitthvað svo típist Þetta er svolítið típist þú Þetta gerist fyrir allan einu sinni á æfinni að þú kjósir og flugvélin er farin með kostningin þannig að lappar hann í villan og flokk og þetta gerist fyrir allan Ég get ekki tala eitthvað svo oft ég lendi í þessu Ef ég fengi 50 kall þá ætti ég örugglega næstu í 50 kall En það er gaman, þetta kendur mér bara, þú veist, ég veit ekki hvað að kjósa Ég meina, það tók könnun í dag Það er alltaf spurt í endan og svona Hvernig það er að gera, ég veit það ekki Styður ríkisstjórnina Ég veit það ekki Ég veit það ekki, en það er ekki Það er reyndar valmælingin, ég segi bara nei að ég veit ekki Ég styð hann ekki að því ég bara hef ekki hugmynd hvað er að gera Það er alveg saman hvað það líkir Þannig ég reyndi, ég gerði mitt besta Ég lærði og samt bara lærði ég ekki neitt Og þú félst Já, eiginlega Bara basically En ég held ég að atkvæða mitt hafi skilað sér Já Og flokkur þinn vann með einu atkvæði það ekki Það munaði með þetta eina Jú, mér var hrósað í sjónvarpinu Það var eitt atkvæði, bara eitt Ég vil þakka sjálfstæðismönnum fyrir koma þessu atkvæði til Hér er brendur og báli Það var hann Arnór Daði Gunnarsson sem var innsiklaði sér, mynda mér með kaffi og sjálfstæðismönnum Bollin alveg vel merkt í sjálfstæðarflokknum Ég veist ekki, mér var satt ég mætti koma einhver sko. Ég veit ekki Þú ert svo komin á einhvern bannlista núna sjálfstæðismönnum Mér langar að gigga fyrir sjálfstæðisflokkin Því ég er ekki mennin á pólitíska brandar Ég held að þau myndi fíla mig en, og á sama tíma það var mér sama sko. Ég hef unnið fyrir sjálfstæðisflokkin Nú? Ég veist hvort ég meði segja þetta en ég klippið það bara út en ég var að ringja út þeir greiða alveg vel sko. Já Ok, ég ætla að klippa þetta út Nei, þú klippir þetta ekki út Ég ætla að klippa þetta Nei, hvað er það að skrifa? Mun að klippa út? Nei, ekki klippa þetta út Ég veit ekki hvort ég veit alveg þetta Ég sé til Ok, sjálfstæðismenn borgaði fullt af pening Hvað er það að tala um marga miljónir? Ég fengi laun frá sjálfstæðisflokknum Það er ekki svona held ég að ég fengi alveg góð laun ef ég myndi, þú veist, gigga ég held að ég borga alveg vel Það er eitt að þú getur sagt það sem þú vilt um sjálfstæðisflokkin Þeir borga vel Þau greiða góð laun Sjálfstæðisflokkurinn hugsar pening og fólki í kringu sig Ég er með þess að sko, á meðan ég var að vinna fyrir sjálfstæðisflokki það var kona sem hallaði sér hún byrjaði bara eitthvað að tala um mig og mjög svona virðuleg kona ég sagði henni ég var í útskrifuð kvikmyndaskólanum og hún reddaði mig númeri hjá Gauð sem var að kenna kvikmynda eitthvað í framhaldsskóla sagði mér að heyri í sér og hún ætlaði að gefa mér svona gott orð og ég hefði getað orðið kennari í framhaldsskóla en ég hringdi ekki því ég var bara eitthvað, ég er ekki sjálfstæðismaður þetta er lygi það er eins og sjálfstæðismenn hugsa sína bara ég var komin inn í klíkuna bara þykjast í smá stund ég klúraði þessu bara já ég elska sjálfstæðismaður oh my god guys ég hefði verið sjálfstæðismaður og nú leitni nei ángríns mæta svona blár í framan og ég fengi gett góða vinnu já ég held bara eina sem ég þarf svo veit enginn hvað er í bréfinu litla kostningabrifin aðkvæðabrifin nei, nákvæmlega þú ert alltaf bara mæta alltaf alla fundi og kýsi hann eitthvað allt annað komið tattu og eitthvað erni og eitthvað svo kýst alltaf eitthvað allt annað fullt af pening já, þú klippir þetta út og gerir þetta já þú fær annað tækifæri ætli það ekki ég sé til hvað ég geri hann fær ekki að klippa þetta út ég klippi þetta aftur inn oh my god hvað ég veit það ekki þú kannt ekki neitt þetta tala ég finn leið nei Þóroddur
Ég með öll lykilorðin á allt saman. Já, ég finn út í því. Hakka þetta. Ok. Ég býð spenntur. Ok. Ég rosalega svangur, sko. Ok. Hringdu í Sjálfstæðisflokkinn. Þeir bara ekki að senda þér. Ertu öfundsjúkur? Já, Ég er að finna fyrir öfundsíki. Ég bara, það er engin eitthvað. Af því að ég fekk pening. Já. Bara peningurinn sem að... Já, og þú veist, bara eitthvað. Ég var komin í klíkuna. Já. Þetta er klíkudæmi. Því að langar líka inn í fólk var næs við þig. Já. Gaman fólk alltaf sparkið mig bara. Aldrei búið með kaffi. Það hljóta að vera sjálfstæðismenn í fjölskyldunni. Alveg potið, sko. Já, það eru sjálfstæðismenn í fjölskyldunni. Það eru sjálfstæðismenn í öllum fjölskyldunni. Ekki mikið móðum minnar megin held ég, sko. Nei. Ég ólst upp bara við. Sjálfstæðisflokkurinn var alveg besti flokkurinn á sínum tíma, það ekki? Var þetta ekki alveg... Ekki, þú veist, ég veit jafn mikið pólitík og þú. Þetta alveg, ég get alveg byllað eitthvað að þig. Já. Ég myndi segja að ég viti meira, bara því... Þú lærið fyrir. Já, ég er meira bara svona með hands-on experience. Já. Þú náttúrulega varst eiginlega bara bókstaflega í flokknum. Já. Ég bókstaflega mætti í kaffi og fekk greitt frá þeim. Já, milljónir. Ég myndi ekki segja það, en... 80 milljón. Nei. 1,5. Þetta var alveg fýtt peningur, en Þórhildur, við skulum ekki tala um þetta eitthvað meira. Þú er bara 10 skallið eitthvað, þú bara, ég get ekki strætó oft. Það er vitið strætó. Takk Bjarni Ben, talaði strætóskjaldi. Nei. En já, mér langa að spyrja það einu samt. Ok. Hefur ekkert farið til spákonu eða svona spámiðils? Nei. Trúur á þetta? Nei, ég trú ekki á miðil, en ég get alveg trú að ég sé eitthvað sé eitthvað í gangi, en ég er nefnilega svona Harry Houdini, honum langaði rosalega mikið að miðlar væri til og var eitthvað svona, og hann eyddi allir í sinni ævi að fara til miðla og hann labbaði hann inn bara vonandi að það væri alvöru miðl og afsannaði allt saman. Síðan sagði hann við konun sinni, þegar ég dey farið til miðls bara daglega og fyndu rétt að gæða ég ætla að tala við, sem hún gerði ekki. Já, ég ætla að segja þetta orð hérna. Já. Skúbidi-bú. Tussuprömp. Miðlun eitthvað, what the hell? Já, ég er með eitthvað skilabóðin, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég segja það! Má ekki segja það? Tussu fred? Það er ekki rétt. Nei, ég sem sagt, þetta er, sko, ég ætlar að segja mér að þú ætlar að gerast miðl og kalla sjálf að Þórhildur miðl. Ég meina, er eitthvað búin að eyðileggja það? Er það eitthvað? Já. Var það eitthvað vandamálið? Þórhildur múti ekki nudda mig lengur. Ég er bara svona stjörnunuddari. Jesús Kristi. En ég held ég hef ekki farið til eins og spákonu eða svona spámiðils og ég trú ekki á þetta. En það er mikið í kringum mig svona í fjölskylduna og meira því ég var yngri, þá var svona... Mamma að drekka kaffi og bolla og láta á opnin. Mamma mín gerði það. Já, það var eitthvað svona og svo átti ykkur að kristalla og eitthvað svona kristalli ykkur, þú gast spurt kristallin að ykkur ef maður fór rangsælis, þá var það nei eða rétt sælis, þá var það já, þú veist ég mann ekki, þá varst ekki að spurja ykkur kristall, skilur. Já. Og svo var bara alls konar eitthvað og mér fannst þetta alltaf ógeðslega skrítið og eitthvað og fyndið og gerði mikið grín og en sem sagt í síðustu viku þá fer systir konur minnar til spákonu og þetta byrja þannig að hún fæ bara símtal upp á þurru. Það er bara eitthvað kona sem bara ég hef með eitthvað skilaboð að handan frá ömmuðinni eitthvað og hún þekkti og ömmuna hennar eða þeirra en þú veist hvað hún fekk númerið veit ekki og það er eitthvað svaka spúki eitthvað þú veist hún bara eitthvað allt í henni ringir þessu kona bara hei ég vil koma ég með þú veist ég ætla að spá fyrir þér ég á að gera það. Okay. Hún fer til þess að spá konu og hún byrjar eitthvað svona að spá fyrir henni eitthvað, já, í framtíðinu þá mátti eiga hávaxinn, myndarlegan, dökkaran mann, hann verður eitthvað í stjórnmálum. Þetta var systir konu hennar, ekki kona hennar? Nei, systir konu hennar. Okay.
hann mun taka mikið þátt í uppeldi barnana og hann verður svona, þú veist, tekur þátt í heimilishaldinu og bara lýsa henni fullkomna kallmanni. Já. Og hann mun ekki vera að spila svona mikið tölvuleiki eins og maður systur. Spilar mikið tölvuleiki? Kemur alveg fyrir? Já, þú reyndar sagðir í síðasta þetta að það væri eina áhugamann. Kemur alveg fyrir? Já, ég sagði eitthvað, ég spila ekki tölvuleiki þá, ég horfði meira bara á teiknimyndir eða eitthvað svona. Get góð vörn. Núna Þórli, ferð þú út og þú fer að vinna fyrir sjálfstæðisflokkin. Það gengur ekki lengur. Hringdi í Arnór. Hann getur auðvitað þér. Með einu bréfi. Þannig að hún neldiði þannig, já. En þú veist, þetta er, þú veist, hún vissi ekkit hvað kona það var, þessi spákona. Nei. Og hún þekkja hann ekki neitt og þessi spákona þekkja ekkit mig eða. Nei, ég held ekki að sko. Þannig að ég held að þetta sé rétt sko. Nú trúi ég á það. Hvernig vissum? Mamma fór til miðils einhvern tímann, ég man hún sagði mig frá sig eitthvað 2010 eða eitthvað. Þá var hann eitthvað, ég fór til miðils og hún sagði að yngsti svonu minn myndi spila í hljómsveit og verði svona tónlistarmaður. Já. Þá var ég rosalega mikið að spila á gítar og svona, wow, what? Var í hljómsveit? Síðan kíkti ég á Facebook, það voru bara alla myndina mínar að mér að spila á gítar og eitthvað upp á svið að spila á gítar. Þannig ég er svona, ok, þú veist, hún hefur aðgang á Facebook og sá bara, mamma er merkt sem mamma mín á Facebook, hún veit hver er að koma, hún gæti alveg fundið allar þessar upplýsingar. En það sem buggar mig er að þessi miðl, hún getur einfaldlega að fundið út hver þú ert. Já. En ég held að þú sett ekkit eitthvað, þú er aldrei postað eitthvað tölvuleik. Nei, ég er að tjekka núna, þú sko, ég er að geinsunni. Nei. Fer aldrei í tölvuleiki. Skrifa það með þess að Nei. En þú veist, ef ég væri miðl og ég væri eitthvað að fara að svindla. Þetta á fyrir áður við gáum út fyrsta þáttinn, sko, það sem ég talaði um. Já, það er reyndar alltaf mikið commitment til að væri miðli að hlusta á heilt podcast og vera eitthvað svona. Spila stundum. Og þetta er svona kona sem þekkti ömmu þeirra, þannig hún er örugglega komin á aldur og eitthvað ekki hvað podcast er, skilur. Nei. Ég hef ekki ágjörð því að hún sé að hlusta eitthvað, sko. Nei. En minnst alveg hann mun ekki vera að spila mikið tölvuleiki eins og maður konunar, maður sýstuðinnar. En minnst alveg magna að hún fór í þetta því að eins og ég segi, hefði hún leitað að þér, þá hann alveg eins geta sagt, hún verður ekki eins og maður systir hennar verður ekki uppistandari. Já, einmitt. Eitthvað svona, sem er náttúrulega bara kód fyrir einhvern lúða. Einhvern vittlýsing sem að bullar og baular í síma. Hann var fertugur og baular í síma. Já, akkur hann að baula í síma, hann var að láta vin sinn vita af hann á leiðinni. Jésús Kristur Þórhallur. Hvað er að þér? Veit ekki. Ættu að fara til miðil saman? Ættu að fá miðil í podcast? Fá miðil? Já. Þannig að ég finn fyrir, er eitthvað að spila rosalega mikið tölvuleiki hérna? Eitthvað að spila tölvuleiki akkurat núna? Mario Kristín. Ég held ég spila ekki það mikið. Þú veist, ég spila ekki það mikið. Buggar það konuna þeirna? Það þarf ekki að vera mikið til að bugga konuna. Nei, það buggar það ekki. Ok. Þá ertu ekki að spila hún mikið. Nei. Þú veist, hún hefur ekki sagt að sérstaklega allavega. Nei, kannski ég sagði miðlunum að tala við drauga kannski. Það er að segja draugum frá því. Hann bilar hann alltaf bara í spila eitthvað. Þá myndi ég nú hafa áhyggjur af konunni minni, sko. Já. Ég bara, veistu hvað ég fann daginn? Að því ég er með svona PlayStation áskrift, þannig að maður getur, það er mikið fríum leikjum. Ok, þetta er já, þú byrjaði að segja, ég spila ekki það mikið. Þú fannst þetta henni, þú er með áskrift og fær geðvegt mikið af fríum leikjum. Já. En það nýkum inn aftur hérna Tony Hawk. Nei. Sem ég geggja, sko. Ég spila alltaf Tony Hawk því ég var yngri. Þá spilaði ég mikið. Já, þetta er svona 2002-2003 Tony Hawk. Já. Það kom inn bara nummer 1 og 2 og eitthvað svona, þú veist, já, þannig að þetta er eitthvað svona, voru að gefa þetta út aftur. Já. Ég er búin að spila Tony Hawk aftur. Það er næs. Ég spilaði ekkert fyrir, nokkur ár síðan og spilaði Nintendo 64, það var Trip Down Memory Lane. Ég sakna, áttur þú einhvern tímann James Bond leikin? 007? Nei, en ég var að spila hann þegar ég bjó með Dan
af því hann reddaði svona gamalli tölvu Já, með langar í hann og við vorum að spila James Bond leikinn og þetta var bara í hitti þeirra eða eitthvað Já, þetta ógeðslega góð líka Alltaf með deyra kemur rauða drastlinu Já og svo var þetta hvað heitir það? Ekki Mario Kart heldur en eitthvað Mario Super Mario, nei þá farið ykkur að fór í þrautir og svona þú fer alltaf einn áfram eitthvað og kastar, hvað heitir það núna? Vá, hann var svo góður En sko, ég var að spila með Dan sem að hann kunni all svona tricks og eitthvað, þú veist Það var að leiðilegt Já, hann vann alltaf Já, við þurftum að spila saman af því að við erum, þú ert örugglega betri en ég en við myndum allan að vera svona á level playing field sko. Ég nefnilega spila ekki mikið Nintendo 64 af því ég held að það hefði komið út þegar ég var bara orðin það gamall sko Jesús Ég er svo gamall Þú veist, ég var samt alveg í Nintendo sko fyrstu og Nintendo 2 þú veist, og svo Sega Oh my god og svo kom PlayStation og þá var ég bara hooked sko Það var game changer Spila alltaf Hercules leikin Ég reyndi að spila ég langar að spila meiri tölvleiki Mér langar að spila Red Dead Það geggjaði leikur Hann spila samt ekki rosalega mikið en ég sá félagið minn spila Red Dead og hann var svona upp í sófa og var bara eitthvað kúriki að labba og svona, hann lítur út fyrir að vera svo afslappaður bara í allt öðrum heimi og þetta er risa heimur sko Já, mér langar að gera það því það er sagt að það er gott fyrir mann að spila smá tölvuleiki eins og þú gerir Já, bara smá og þú veist að koma alveg fyrir svona stóri leikir kemur alveg fyrir maður að tekur bendir í 3-4 daga sem að pissar í sófa sinn Ok, fyrir mig ekki tala sófan eftir ég þurft að losa með sófan eftir síðasta þátt Já, jésus Það vita allir að þér Komdu þér út En já, ég hef alveg þú veist, ef þetta er eitthvað svona geggjaður leikur þá er maður alveg dott í sko All Nighter eða eitthvað sko Já Ok, ég spila kannski svolítið mikið að tala Já, þú tala All Nighter Hefur þú farið í All Nighter eftir þú varst pabbi? Nei Ok Ég hef ekki gert það Það er eitthvað Það er alveg ágætt Ég er að þroskast Já Þetta er bara búin 3 mánuðir Ég er orglega eftir að spila, þú veist Ég var ekki að fara að taka þessu frá manni sem að baulaði á mig fyrir hálftíma síðan Ég er að þroskast Ég er alltaf annar maður í dag Arnór podcast belja Ok, Þóraldur hann er svo þroskaður Já, miðað við mig Það er gaur Það er ansi lágt Vá Svona miðað við þig Vá Ég er ansi þroskaður miðað við mig Já, með hvernig ég var bara Með hvernig þú varst Já Fyrir 3 mánuðum sko. Fyrir 3 mánuðum Fyrir mánuðum Fyrir 3 mánuðum Ég bara þroskaði svo mikið leið og barnið kom sko. Við finnst þess að trúum mér ekki Ég trúi ekki að því að þú trúi þér ekki eins og ég sé alveg að segna þér að þú trúi þér ekki Ok En ég vil trúa Ég ætla að senda konunni minni bara eitt skilabóð Kannski svara hún því ekki Ég ætla að spyrja, finnst þér ég vera þroskaður? Ok, finnst þér Ok Sendi mér skilabóð, finnst þér ég vera þroskaður? Já Ef að hún segir já þá er ég ekki alveg viss hennar svona dómgreind það er mjög reyndar þá er það líka kona sem ákveða eignast barn með þér sko Já sko hún hefur alveg sagt ég veit ekki alveg hvað ég var að spá því ég sá fjæður og bjóð til þetta Ok þá er ég yfirleitt eitthvað að dansa á narbuksunum og eitthvað svona bumbudans hefur tekið svona bumbudans svona eitthvað svona þreif á bumbunni og dansa eitthvað og hún horfði svona hvað var ég að spá en ég gerði þetta ég náttúrulega var ekkert að dansa svona áður ég náði henni ekkert þannig fyrst skilur Nei, þetta ekki Þegar eru náðinni svona, það eru rosalega stórt rautt flagg á hana og hún var eitthvað að fíla þennan guður svona fuck já, hvað þetta er heitt Ó já, fölur bumbuguður Já, Taka bumbudansinn Pappa PlayStation kropp
Ó já, baby. Jesús Kristur. Góndi í sófan. Ok, kannski sér hún þetta ekki. Við sjáum bara hérna hvort hún svarir sig ekki. Já. Ég býtu, hún búin að sjá þetta. Já, hún búin að sýna og fór síðan bara að gera eitthvað annað eiginlega. Já, hún glúð. Það kemur bara Skrifa á það. Já, bara Já, þetta smá brellu spurning. Já. Samt ekki brellu spurning kannski. En já, þetta var rosalega langt. Já, þetta var alveg há og 13 6 eða eitthvað. Já, Finnst þér ég hafa býtu hún svara. Finnst þér ég hafa þroska síðustu 3 mánuði? Þetta Hún veit að það eitthvað í gangi. Já, en líka þetta alveg smá bógin spurning að því hún segir já, sem alveg satt. Þú hefur örugglega þroskast eitthvað síðustu 3 mánuði. En þá þýðir samt ekki, Þórhallur, að þú sért Þroskaður? að haga þér á við þann aldur sem þú ert komin á. Þú ert ekki 15 ára. Nei, ég veit það alveg. Ég Þú ert ekki þroskaður. Við getum báðir verið sammála um það. Þú ert ekki þroskaður. Ekki ég heldur. Nei. En þú ert ekki þroskaður. Þú hefur þroskast. En þú ert ekki þroskaður. Nei. Ok. Ég vil bara hafa á hreinu. Já. Kemur ekki þannig inn baulandi á mig. Þú segir fyrir þroskaður. Ég er þroskaður. Leið mig bara að spyrja konuna mína. Á meðan ég bumbudansa. Nei, ég svarir þá bumbudansa ég. Þroskaður, Þórhallur. Vel þroskuð bumba. Jesús. Tekur aldrei neitt svona dans fyrir konuna? Ég dansa alveg stundum, sko. Hefur tekið þyrluna? Já. Lilla þyrlan? Já, kraftmikil. Já. Ó, það er svo heitt úti þegar það tekið þyrluna. Lilla rauða þyrlan. Það barnaefni. Við ættum að skrifa Lilla rauða þyrlan. Barnabók eftir Þórhall og Arnór. Hún getur ekki svarað þessu. Nei, þetta ekki. Það er það. Hún sagði bara ekki neitt, hún sagði bara Já, svona ég vil ekki segja eitthvað ljótt til þig. Labbaði síðan í burtu. Af því hún er þroskuð. Hún er þroskuð, já. Hún er svona, ef ég get ekki sagt neitt næs, þá ætlum ég bara ekki að segja neitt. Það er alveg aðdáunarvert, sko. Já, ég held að hún segir sem þá sammála því að henni finnst ég vera þroskaður. Nei. Hvað það? Það bulla. Já, ok. Þroski er ofmetinn, maður. Bara klippu þetta þá út líka? Nei. Hvað, ef ég klippi út sjálfstæðisflokkin og þú að vera þroskaður, þá vorum við bara að tala um Harry Houdini. Þú getur ekki klippt neitt út. Ég get ekki klippt neitt út, nei. Þá sátt okkur hvað fegst mikið pening frá sjálfstæðisflokknum? Ég er ekkert að fara að segja, ég fekk ekki greitt frá, Þú fegst borga beint frá Bjarnabeðin. Já, kíktu bara inn í vasan minn, þú mátt að taka það sem þú finnur. Já, opnaði kökuna. Hæ? Hann bakaði köku handa mér. Já, handa þér? Já, og síðan opnaði ég kökuna og það var fullt af pening. Já, bara. það var latibæja peningur svona. Latibæjar kaka? Nei, það var tippakaka. Full af latabæja peningum. Bjarni? Síðan hljópa hann út. Gerði Bjarni beðin þetta? Já. Vá. Ég veit ekki nóg mikið pólitík til að grínast eitthvað. Ég veit bara að Bjarni Ben bakar kökur. Já. Já, það er ekki hluta pólitísku starfi hans. Ekki? Hvað veit ég? Þú veist ekki hvernig það er að... Finnst þér ég að þroska síðustu 3 mánuði? Okay. Já. En það er það sem ég sagði, já, þú hefur þroskað á síðustu mánuði en þú ert ekki þroskaður. Ég ætla ekki að taka... Nei, umorðaði spurningar. Nei, þetta er bara fínt. Spurðu, er ég þroskaður? Þú getur ekki verið sáttur með þetta svar að tók hana 15 mínútur. Þú varst eitthvað gett stoltur eitthvað. Hún sagði já. Jóð á já.
Ég er þroskaður. Jesús Kristur. Þetta er erfitt fyrir hana. Já, hvað er það að láta hann í gangi í gegnum? Hvaða spurningar eru þetta? Og láttu kall. Ég held að við vitum svarið okkar. Já. Er það ok? Ég er hérna svo sem vissi þetta. Já, er það? Já. Ég hefði haft áhyggjur ef ekki, sko. Já. En Þú er þroskaðasti maður sem ég kynst. Ok, þú það hjálp. Þroskast. Ég er óþroskaður. Finnst konunni þinni þú vera þroskaður? Nei. Það bara alls ekki, sko. Nei. Og er hún mikið að... Hann alltaf segir mér að ég sé fáviti eða eitthvað. Er Sem þetta alveg svona gaman, sko. mikið handlit ofbeldi? Ég sé bara óþólandi viðbjóður eitthvað. Já, ég er nefnilega, sko, í mínu sambandi þá hérna, ég bara komast að daginn hvað hún er ótrúlega góð við mig. Hún leifir mér svo mikið. Hún er alltaf bara, þú mátt skúra, þú mátt fara út með ruslið, þú mátt ganga frá eftir þig, þú mátt hætti í þessum tölvuleik. Ég eitthvað, takk. Takk fyrir að leyfa mér þetta. Ég ætla ekki að gera þetta, en takk fyrir að leyfa mér. Það ljómar þessi tamingur á mér. Ég er mjög... Ég má gera allt. Það er ágætt. Góð kona. Já, herðu, við erum hérna búnir í dag. Þetta kom bara nóg. Ég kom með nóg að þessu, sko. Já. Þú ert bara allt og þroskaður fyrir mig. Ég veit það. Ég held að þetta verði eitthvað svona vitrænt spjall pólitík og eitthvað. Þú bara, ég veit ekki hvað, ég kann ekki svona kjósa. Hvað? Kaust þú síðast? Nei. Ok, takk fyrir okkur.